Góðan daginn. Í þessu erindi fjalla ég stuttlega aðferðir til að kenna læsi og lesskilning sérstaklega. Ég legg þetta efni inn hérna í upphafi námskeiðsins og síðan eigum við eftir að koma nánar að mörgum þeirra þátta sem hér er minnst á seinna í námskeiðinu, kafa betur í þau og skoða í samhengi við ólíka þætti læsisins. Umræðan læsi er yfirleitt lífleg og skiptar skoðanir á námi, kennslu og árangri, samanber grein Castles og félaga sem er á lesefnislista. Í þeirri grein lýsa þeir lestrarstríði svokölluðu sem segja má að ríkt hafi til fjölda ára og birtist reglulega í umræðum skólamál á Íslandi eins og annars staðar. Í lestrarstríðinu er tekist á kennsluaðferðir. Hvort leggja í aðaláherslu á kennslu í umskráningu, til dæmis með hljóðaaðferðinni, eða hvort nálgast eigi lestrarkennslu með heildrænum aðferðum þar sem farið er frá merkingu texta og heildinni að skoðun á bókstöfum og hljóðum. Sannleikurinn, ef það er hægt að draga einhvern einn sannleik fram í þessum efnum, er að það þarf að gera þetta allt og í flestum skólum er það gert. Til að skilja af hverju árangur af læsiskennslu er ekki nógu góður, þurfum við því að kafa dýpra og skoða nám og kennslu barna í samhengi við samfélagið allt og þá læsismenningu sem umlykur börnin. Kennsla í læsi snýst heldur ekki ákveðið safn aðferða, heldur fjölbreytta kennsluhætti, menningu og umhverfi í skólanum. Við þurfum að huga að mál- og læsisumhverfi nemenda, hvaða fyrirmyndir við gefum börnum og hvernig við böðum þau í lestrinum. Við þurfum líka að hugsa hvaða tækifæri við gefum nemendum til úrvinnslu á því sem þeir eru að lesa og hvers konar verkefni það eru. Skoppa þau á yfirborðinu eða bjóðum við upp á verkefni sem gefa nemendum tækifæri til að kafa á dýptina. Fyrir kennara er samt líka mikilvægt að brjóta læsiskennslu og læsismenninguna niður í einingar, skoða afmarkaðar aðferðir og hvernig þeim er fléttað saman í daglegu starfi. Góð læsismenning verður ekki til nema við byggjum hana upp á fjölbreyttan hátt og þessi fjölbreytni felst í mörgum ólíkum einingum eða aðferðum. Rannsóknir hafa sýnt að læsiskennsla skilar mestum árangri þegar góðum kennsluaðferðum er fléttað saman og þess gætt að aðferðasafnið ávarpi ólíka þætti námsins, grunnnám, djúpnám og yfirfærslunám í læsi. Gagnvirkur lestur er dæmi slíka fjölþátta kennsluaðferð sem hefur viðvarandi sýnt árangur í empirískum rannsóknum. Gagnvirkur lestur snýst að gera nemandan að virkum lesanda og kenna honum einfaldar leiðir til að efla orðaforða, ígrunda merkingu og tengja texta við eigin hugarheim, samhliða lestrinum hverju sinni. Aðrar fjölþátta lestrarkennsluaðferðir horfa til annarra þátta. KFL er til dæmis frábær leið til að virkja forþekkingu nemenda, orðaspjallið ýtir undir orðaforða og hugarkort hjálpa okkur öllum að finna tengingar milli ólíkra þátta í námsefninu sem við erum að fást við hverju sinni. Við eigum eftir að vinna KFL á námskeiðinu okkar en í fljótu bragði snýst það að leggja lykilspurningar fyrir nemendahópinn til að kanna hvað hann veit áður en ný námseining fer af stað. KFL skiptist í þessa 3 hluta. Hvað kann ég áður en við byrjum að læra nýtt efni? Hvað vil ég vita? Hvaða spurningar hef ég til að leiða mig áfram í náminu framundan? Og síðan þegar námstímabili er lokið, þá leggjum við ellið fyrir í lokin og þá sest nemandi niður eða nemendur saman og pæla í því hvað hef ég lært af vinnunni sem við höfum verið að vinna. Til eru ýmsar útfærslur af gagnvirkum lestri en við munum skoða betur það ferli sem lýst er í íslensku fræðiefni, til dæmis frá Rósu Eggertsdóttur og sagt er vel frá til dæmis í handbók fyrir kennara eftir Önnu Guðmundsdóttur. Gagnvirkur lestur felst í að kenna nemendum 5 hlutverk sem þeir setja sig í á meðan þeir eru að lesa textann. Hægt er að nota öll hlutverkin eða velja nokkur úr eftir því hvaða áherslur eru mikilvægastar við lestur ólíkra texta.
Leynilögreglumaðurinn getur til dæmis verið mjög mikilvægur við lestur fræðitexta en minna mikilvægur þegar nemendur eru að lesa skáldverk sem eru á auðveldu máli fyrir þá. Það þarf að kenna gagnvirkan lestur í litlum skrefum og á mjög markvissan hátt. Það er ekki hægt að bara deila út verkefnablöðum til nemenda og segja þeim að skipta með sér verkum og vinna texta í gagnvirkum lestri nema hafa kennt þeim hvert skref í ferlinu. Það er mjög gott að byrja slíka vinnu, kenna nemendum að vinna í gagnvirkum lestri á því að ræða tilganginn. Spyrja bara, hvað gera góðir lesarar? Af því að það sem gagnvirkur lestur gerir er að draga fram það sem góðir lesarar gera og það er alltaf gott að byrja á að tengja við forþekkingu nemenda með svona spurningum. Síðan er mikilvægt að leggja inn hvert hlutverk. Það verður að vera bein kennsla, innlögn fyrir spákonuna, fyrir leynilögreglumanninn og samhliða þessum innlögnum er gott að hafa verkefni þar sem við leiðum allan bekkinn, alla nemendur í bekknum í gegnum vinnuna þannig að þau hafi þennan mikilvæga stuðning á meðan þau eru að prófa þessi hlutverk í fyrsta sinn. Við þurfum síðan að þjálfa þau í að vinna saman í gagnvirkum lestri, að skipta með sér verkum og taka að sér ólík hlutverk þegar þau eru að lesa í rauninni hvaða texta sem er og þegar maður er búinn að þjálfa þeirra hæfni í hópvinnunni, þá getum við notað aðferðina og mikilvægt að nota hana í lestri á raunverulegt námsefni. Það er að segja þannig að nemendur upplifi að þeir geti notað aðferðina til þess að læra náttúrugreinarnar sínar eða samfélagsgreinarnar eða bókmenntir sem eru verið að lesa í íslensku og svo framvegis. Það er ekki mikið námsefni aðgengilegt þar sem aðferðin gengur út á ferli sem hægt er að beita á hvaða texta sem er. Kennsluleiðbeiningar eru mjög aðgengilegar, til dæmis í umfjöllun á vefmiðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri og í áðurnefndri handbók eftir Önnu Guðmundsdóttur. En á íslensku vef Stapaskóla má finna dæmi innlagnir. Þetta er ekki fullorðið efni en allavega sýnir svolítið hvernig er hægt að leggja inn hvert af skrefunum 5 fyrir nemendur. Rannsóknir hafa sýnt að gagnvirkur lestur er mjög áhrifarík kennsluaðferð þegar henni er beitt á markvissan hátt. Á þessari glæru eru ábendingar hvers konar læsiskennsluaðferðir hafa skilað mestum árangri samkvæmt empirískum rannsóknum og ég skil þetta yfirleitt bara eftir hérna hjá okkur. Gangi ykkur áfram vel með lesturinn.